Og þá velta margir fyrir sér, heyrðu, bara félagslegu innviðirnir eru ekki í lagi fyrir mig, ég er ekki að fá heilbrigðisþjónustu sem ég þarf, það eru biðlistar í heilbrigðisþjónustu Á Íslandi. Já. Og velta fyrir sér, heyrðu, félagsþjónustan er of léleg, barnið mitt er að koma ólesandi og óskrifandi og óreiknandi út úr skólanum. Af hverju ósköpunum á ég að vera að líða fyrir það, þó svo að það séu stríð sem að koma mér kannski bara ekkert við. Og að það eru fullt af löndum þannig kring sem eru ekki að gera neitt til þess að taka á móti fólki sem er í neyð, og við ætlum að fara að ferja þetta allt bara hinum megin á hnöttinn til þess að vera að takast á við vandamál sem að því svo fylgir. Já, bara valid og góðar spurningar, og þetta er akkurat, sko, ef þú skoðar frumvarp eða bara útlendingastefnu ríkisstjórnarinnar, ef þú skoðar hvað núverandi ríkisstjórn er að gera, þá er hún að huga að öllum þessum spurningum. Hvaða breytingar er annarkvort búið að gera eða er á leiðinni? Það er einmitt þetta að fækka hópinn, að taka inn bara þá sem er í mestri neyð. Það er einmitt það hefur verið að aukin landamæragæsla til muna. Það hefur verið sett upp alls konar hugmyndir og eins og til dæmis þú talar mikið svona eitthvað menningar árekstra. Sem að ég tel vera einu áhyggjuna sem fólk hefur í þessu, sko. Ég er ekki sammála, það sé einu áhyggjurnar, en